Verið velkomin í orðræðuna. Í dag tökum við fyrir atburð sem algjör hornstein í kristni guðfræði, skírn drottins í áni Jórdan. Þessi frásögn sem við finnum í guðspjöllunum nefnilega svo miklu meira en bara svona söguleg lýsing. Hún guðfræðilega opinberun sem reynir að svara einni á stærstu spurninguna reikningarinnar. Hver Messías? Einmitt. Og spurningin sem við erum í raun að glíma við þá þessi. Á að skilja Messías fyrst og fremst sem einstaka guðlega persónu Jesú frá Nasaret? Eða Messíasar hugtakið kannski sameiginlegra, þar sem Ísraelsþjóðin hinn útvaldi þjón Guðs? Nákvæmlega. Og ég mun halda því fram að textarnir, og þá sérstaklega atburðirnir við skírnina sjálfa, benda með ótvíræðum hætti á Jesú sem hinn eina konunglega Messías, þar sem guðleg staða hans opinberuð og staðfest. Og ég mun hins vegar færa rök fyrir því að til að skilja þetta til fulls þá verður við að líta til eldri hefðar, sérstaklega hjá spámaninu Jesaja, þar sem þjón Guðs mjög skýrt skilgreindur sem Ísraelsþjóðin. Og frá því sjónarhorni skýrt Jesú ekki yfirlýsing aðskilnað, heldur djústað yfirlýsing samstöðu. Mín sýn á þetta byggir á því að frásögn Mattheusar á skírninni lykilatriði. Hún eins konar opinber innsetningaráðhögn þegar himnarnir opnast og röddin hljómar. Þessi minn elskaði sonur sem ég velþóknun á. Þá þetta ekki bara einhver falleg setning, hún þéttsettin guðfræðilegum tilvísunum. Fyrri hlutin, minn elskaði sonur, það bein vísun í konunglega títil Messíasar. Í Gamla testamentinu var sonur Guðs ekki eitthvað almennt heiti, heldur nær tæknilegt hugtak yfir konungin á ættu Davíðs. Röddin því í raun að vera að krýna Jesú. Og síðari hlutin sem ég hef velþóknun á svo bein tilvitnun í Jesaja í upphafi fyrsta þjónsljóðsins, þannig að þarna sameinast tvær Messíasarmyndir, hinn sigursæli konungur og hinn þjáði þjón. Jesús báðir inni persónu. Smyrkingun hans með heilugum anda sem dúfan táknar stofnun hans embættis. Og viðbrögð Jóhannesar skýrara, þar ég sem þarf að skýrast af þér, það undirstrikar þennan algjöra grundvallarmunn á Jesú og öllum öðrum. Hann ekki að ganga í lið með syndurum, hann að hefja sitt einstaka frælsunaverk fyrir þá. Já, en það annað líkilega þessu, ef við lítum á upprunalega samhengi sem þessar tilvitninu kom úr. Þú nefnir þjónsljóðin í Jesaja og það alveg rétt. En við verðum að spyrja, hver var þessi þjón í huga spámannsins sjálfs og þeirra sem fyrst heyrðu orðans? Í 7 manna þýðingunni, grískri þýðingu hebreisku biblíunar, sem var gríðarlega áhrifamikil og dögur Jesú, þetta gert mjög skýrt. Þar þjónin sem Guð styður beinlínis nefndu með nafni, Jakob, þjón minn, Ísrael, sem ég hef útvalið. Þetta var ekki bara eitthvað fræðilegt smáatriði. Fyrir fólki útleiði Babylon sem hafði mist allt, þá var þessi túlkun líflina. Hún sagði þeim að Guð væri ekki búin með þau. Þau sem heild ættu sér ennþá tilgang. Þau voru hinn messiasíski þjón. Þannig að þegar Jesús stígur fram og biður skírn Jóhannesar, sem var skírn til iðrunar fyrir syndara, þá það ekki hægt að túlka það öðruvísi en sem meðvitaða athögn. Hann, hinn syndlausi, tekur sér stöðu meðal þjóðar sinnar. Svar hans við Jóhannesi, lát þetta nú eftir, því að með þessu hæfir okkur að fullnægja öllu réttlæti. Ekki yfirlýsing yfirburði heldur undirgefni við þá áætlun Guðs sem þjóðin öll átti þátti. Þetta sterkur punktur varðandi upprunalega samhengi og ég ætla ekki að deilum það, en þar sem svo heilandi hvernig höfundar Nýja testamentins taka þessa texta, þessi svokalluðu þjónsljóð sem áður vísuðu til Ísraels og heimferða það á fullum þunga yfir á Jesú einan. Þeir ekki að segja að Jesú sé einn af þjónunum eða forystumaður þeirra. Þeir að segja að hann sé þjónin. Röddin við skírnina lykillinn, hún sameinar konunginn, sónin og þjónin, þann sem ég hef vel þókun á í einni og sömu persónunni. En ef röddin við skírnina svona aðráttarslaus yfirlýsing einstaka stöðu hans, hvernig sættur þú þá við gjörð hans að stíga ofan í vatn sem var ætla syndurum til iðrunar? Þarna virðist vera þversögn. Hvers vegna þerti guðlegur konungur að gangast undir athöfn sem táknar hreinsun frá synd? Þetta kjarni málsins.
Þversögnin að mínum mati aðeins sýndar þversögn. Svar Jesú að fullnægja öllu réttlæti bendir til þess að hér séum að ræða guðlegan tilgang sem æðri okkar mannlega skilningi á réttu og röngu. Orðið réttlætið hér merkir ekki bara félagslega samstöðu, það merkir að vera í fullkomnu samræmi við frelsunar áætlun Guðs. Þetta ekki fyrst og fremst samstaða, þetta upphaf nýs kafla í þessari áætlun, kafla sem hann getur hrint í framkvæmd. Hann tekur á sig stöðu syndara til þess að geta endurleyst á innanfrá. Það verk sem aðeins einstakur guðlegur Messías gæti unnið en ekki heil þjóð. Það einmitt þess vegna sem þrenningamyndin á þessu augabliki svo mikilvæg, rödd föðurins heyrist, sonurinn í vatninu og andinn kemur niður. Þetta ekki bara innsetning leiðtoga, þetta opinberun á Guði sjálfum í verki. Ég sé þetta öðruvísi. Ég held að þessi þrenningarmynd þurfi ekki að útiloka hið sameiginlega. Hún gæti einmitt verið að innsegla og valdefla þá áætlun sem Ísrael hafði verið falið öldum saman. Sú sending til allra þjóða sem Jesaja lýsir var einmitt hlutverk Ísraels sem ljós þjóðanna. Þegar Jesús tekur þetta skref hann að virkja þetta hlutverk, að blása líf í það á nýjan hátt, en hann ekki að afnema það eða taka það alfæri yfir. Alfarið yfir. Það ekki einmitt kjarni ágreinings okkar? Ég held að áætlunin hafi alltaf stemt að þessum eina, á meðan þú lítur svo á að áætlunin hafi alltaf gett ráð fyrir heili þjóð. Nákvæmlega. Og ég held að framhaldið í Nýja testamentinu styðji mína sýn. Skoðaðu bara sögun af Petri og Kornelíus í postulasögunni sem algjört lykilatriði. Hvað gerist þar? Petur fær vetrun og skilur loksins að Guð hlutlaus og að hjálpræði ekki bundið við gyðinga. Þessi skilningur ekki bara einhver persónlega opinberun fyrir Petur, heldur það kirkjam sem litið á sem hinn nýja Ísrael, sem skilur að sendingin nær nú til heiðingjana. Það kristna samfélag sem heldur þessu sameiginlega, messiasíska hlutverki áfram. Jesús hefur frumkvæði já, en það samfélagi sem framkvæmir sendinguna. Hann fyrirmyndin, leiðtoginn en ekki eini þáttakandinn. Hann höfuðið en höfuðan líkama ekkert. Vistur að hlutverk samfélagsins gríðarlega mikilvægt, en ég myndi orða þetta á annan hátt. Sending kirkjunar afleiðing af verki Jesú, ekki samverkandi þáttur í Messías hlutverkinu sjálfu. Hann uppsprettan. Þegar Pétur heldur ræðuna sína í húsi Kornelíusar, hvað talar hann? Hann byrjar á Jesú frá Nasaret sem Guðsmurðu með heilögu anda og krafti. Upphafið, frumkvæðið og krafturinn alltaf hjá hinum smurða, hinum einstaka. Án þess að hann tækja sér syndir heimsins, sem táknræn athugan í ánu Jordan, og sigraði síðan dauðan, hefði samfélagið enga sendingu til að framkvæma. Það bara grundvallamunur á því að vera uppspretta sendingar og að vera þáttakandi í henni. En þessi aðgreining raunverulega svona skörp í textanum? Þú lítur á þetta sem röð atburða, fyrst Jesús, svo kirkjan. Ég sé þetta sem meira samofið. Jesús ekki Messías í einhverju tómarúmi. Hann verður það í tengslum við Ísrael. Þegar hann gengur ofan í Jordan hann ekki aðeins að taka á sig óhlutbundnar syndir heimsins, heldur hann að taka á sig sögu, vonir, brestir og köllun sinnar eigin þjóðar. Messíasarhlutverkið ekki eitthvað sem hann skapar úr engu, það hlutverk sem hann tekur að sér, endurskýrgreinir og leiðir til fullkomnunar ásamt þeim sem fylgja honum. Ég ekki að neita mikið fólkstins alls ekki, en guðfræðilega séð verður að gera greinamun á hlutverkunum. Aðeins Jesús gat verið sá sem fullnægið allur réttlæti. Aðeins hann gat verið hinn lítalási þjón. Þjóðin Ísrael, eins og Gamla testamentið sýnir svo oft, brást þessu hlutverki. Það þurfti eitthvað sem gat uppfyllt það sem þjóðin gat ekki. Jesús því ekki bara tákmynd Ísraels, hann lausnin á vanda Ísraels og þar með heimsins. En það ekki of einföld sýn á sögu Ísraels að segja að þjóðin hafi einungis brits? Hún var líka handhafi fyrirheitana og blessunarinnar. Ég held að Jesús sé frekar að líta á hlutverk sitt sem þann sem holdgerir hið sanna og besta í köllun Ísraels. Hann ekki að koma í staðin fyrir þjóðina, heldur hann að sýna henni hvernig hún getur loksins orðið svo sem henni var ætlað að vera. Skýrnin því hans já við þessari köllun þjóðarinnar sem hann nú tekur forystu fyrir. Það miklu öflugri mynd að mínu mati. Hann ekki að vinna verkið einn, heldur hann að gera samfélaginu kleift að vinna verkið með honum. Að lokum ljóst að þótt hugmyndin þjónandi þjóð sé mikilvægur bakgrunnur,
þá benda allir þættir við skírnina, rödd feðurins, niðurkoma andans, yfirlýsingin sonardómin, eindreiðið til þess að Jesús sé útvalinn sem hinn einstaki sonur Guðs. Hann Messías konungurinn sem uppfyllir hlutverk þjónsins í sinni eigin persónu til að færa öllum hjálpræði, verk sem engin þjóð gæti nokkurn tímann leyst af hendi. Hann ekki aðeins fremstur meðal jafningja, hann í allt öðrum flokki. Ég til hins vegar að sögulegar og textalegar heimildir, sérstaklega upprunalega merking þjónsljóðana í Jesaja sé, bendi til þess að Messías hafi verið skilinn sem sameiginlegt afl. Skírn Jesú þá hans faðmalag við þetta hlutverk. Þar hann ekki að aðgreina sig, heldur að sameinast þjóð sinni og leiða þetta þjónandi fólk í sameiginlegri sendingu þess að vera ljós heimsins. Hann ekki aðskilinn frá þjóð sinni, heldur hann hennar fullkomnasta og sannasta tjáning. Já, og þessi spenna milli hins einstaka og hins sameiginlega í áætlun Guðs ánefa ein af djúpstæðustu guðfræðilegu ráðgátunum. Þessi textar skírnina neyða mann til að horfast í augu við það hvernig guðlegur máttur birtist á ólíkan hátt, bæði í gegnum einstaka, ágerandi persónu og í gegnum köllun heils samfélags. Og sú spenna sýnir okkur að Messíasar hugtakið eins og það afhjúpast í þessum atburði miklu margþættara og flóknara en við getum í fljótubragði haldið. Það svo sannilega nóg af efni til frekari umhugsunar.